Söngkópurinn Blítt og létt koma á fastalandið frá Eyjum og halda þessi einstöku Eyjakvöld sem að allir verða að upplifa allavega einu sinni og þessi ágæti hópur verður í Hvíta húsinu Selfossi annað kvöld og einn af söngurum hópsins hann Tóti, söngurinn Dans og Rósum, blessaður. Sæll vertu. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það bara fínt. Ertu komin upp á fastalandið? Já, ég reyndar hérna á Suðurnesjunum. Já. að mennta mig þar. Já, það gott, það þarf að gera það annars lagi líka. Já. Það þarf að halda hausnum í æfingu. Já, ég segi það. En söngkópurinn Blítt og létt, hvað er þessi hópur orðinn gamall? Við byrjaðum þessi hópur hann byrjaði í kringu 2009. Já. Við erum búin að vera að síðan. Við hittumst hérna fyrsta fimmta í hverju mánuði yfir veðratíman. Já. Og þá tökum við sving á Eyjalögunum og verðum textum upp á vegg þannig að allir getur sungið með og markmiðið með þessu einmitt að fá fólki til þess að syngja með því að Já. Fólk hefur gaman að syngja. Já, já. Og svo líka annað að það eru þessir Eyjatextar eru svolítið sérstaklega til að í gegnum tíðina þá hefur verið tekið bara partur af þeim og þá virkar ekki sagan í lögum. Svo höfum við verið að grafa þetta svolítið upp og tökum alla textana og þá allt í nú gengur all sagan upp. Það er nefnilega málið það sem ég hef með tekið eftir. Ég er nú búin að fara á nokkura tónleika með ykkur og það er í mörgum lögum svo mikil saga. Já. Það er verið að segja frá lífinu og tilverunni eins og hann var á þessum tíma og þetta náttúrulega er stórkostlegur fjársjóður fyrir Vestmannaeyjar að eiga og við bara þurfum að halda þessu á lofti og þannig að menn gleymi þessu ekki og við erum að vonast til þess að yngra fólki fara að fá smá áhuga á þessu og taka þátt í þessu og taka við á okkur og halda þessu við. Já, nákvæmlega. Þið verður bara að fara að æfa næstu kynslóð. Já, það er máli, það er máli. Við höfum nefnilega, ég er gaman að segja frá því að út í Eyjum hafa slæðst stundum með ungir krakkar, með, í sumum tilfellum ömmum sínum og öðum og bara fundist þetta bara þræli skemmtilegt. Já, talandi þetta, ungu kynslóðin á Eyjalögin, ég var með Ragnar Sigurjónsson, Eyjamann í spjalli í gær hjá mér. Já. Og þar fór hann einmitt að nefna, vorum að tala Eyjalögin og þar fór hann að nefna að í gamla daga þá var oft talað að viðkomandi barn kann hluta úr faðirvorinu en kann aftur á móti nokkur Eyjalög. Já, þetta er dálítið góð samlíking. Já, já. Þetta náttúrulega kemur með í blóðinu. Já. Og krakkarnir þau alast upp þetta og sjá nú bara þróunina bara þeim sem sjá þjóðatíð, sjá Brekkusönginn. Já, já. Hann er bara akkurat þetta. Já, já. Og við erum núna eins og þessi hópur Blítt og létt, við erum oft með þegar við höldum þessu kvöld, þá erum við þema og við vorum daginn, þá vorum við með þema hjá Elí Vilhjálms og þá tókum við nokkur lög með henni og við ætlum aðeins að breyta upp á því annað kvöld og við vonum bara að fólki taki vel undir og það er líka, við erum ekki að syngja einsam, við erum að fá fólki til að syngja með, fólk elskar að syngja þessi lög. Já, það er nefnilega máli og það, eins og þú talar það hjálpar til með að hafa texta á veggjum. Já, þá er engin afsökun. Þá nefnilega geta allir sungið með. Já, ég kann ekki textan, en svo þú fara að lesa textan, þá kanntu hann allt í. En Tóti, þú segir að þið eru búin að vera nánast leitulaust frá 2009, kannt þú alla textana? Ég kann eitthvað af þeim, en það eru sum lög sem eru sungir oftar en önnur, en það er náttúrulega, margt af þessu kann ég, en við erum alltaf að rótera og alltaf að fá eitthvað nýtt inn og það er náttúrulega þetta síast þetta inn, það er ekki það. Já, en þá get ég allavega sagt þér að það verða textar á veggnum. Já, það verða textar á veggjum út allt og fólk getur sungið með og ég kem til með að horfa á það líka. Já. Og ég líka þrátt fyrir að kunna marga texta. Já, enda er það engin skam, þetta er bara gaman, þú fylgist með og þá sérðu söguna og syngur hana og hefur gaman að því. Já, nákvæmlega. Þetta snýst það, að hafa gaman að hluta. Það er nummer 1 og 3. Hvað eru þið mörg í hópnum? Ég var nú að viðurkenna fyrir þér að ég man ekki hversu margir koma núna því að það er búið að vera svo til veikindi
En svona... Við erum svona, við séum ekki 8 eða 9 Já. sem verðum á sviðinu núna. Við erum stundum 12 til 15 sko. Já. En það er veikindi svolítið mikil núna. Já. Og hérna, þannig að það er, þannig höfum við þetta að það kemur alltaf maður mann stað sko. Og ef einhvern dettur út, þá er það bara allt í lagi. Það er bara skemmtilega að við erum fleiri, skilur. Og það er alls ekki erfitt að manna stöðu þegar það kemur eiginlögum og eiginmönnum? Nei, veistu það er ekkert rosalega erfitt. En það er bara, þú veist, það eru svo margir sem kannski eru rægir við að halda þetta sé eitthvað rosalega mikið erfitt. En veistu það, þegar það eru svona margir spilarar, að þá detta menn alltaf inn í þetta. Og ef að menn kunni eitthvað, þá fattaði það að þeir geta þetta. Já. Það er bara þannig. Það er bara svoleiðis. Það verður gaman að sjá ykkur í Hvíta-Húsinu og Selfossi annað kvöld og hvetjum alla til þess að mæta og syngja með, eins og ég sagði í byrjun, þetta er einstök kvöld sem allir verða að upplifa. Já, alveg klárlega. Ég er bara hlakka til að sjá Selfossinga að mæta og Vestmanninga á Selfossi. Algjörlega. Þó nokkrir. Já. Takk fyrir þetta, Tóti, og við sjáumst og góða skemmtun. Já, takk fyrir þetta. Takk. Bless.